forðum ást og yndið mesta og ævintýraþráin grípur flesta. Þar sumir kappar komast vel á blað. Ég mun hér tæpast tignar stigum raða en tel að verða nefna sameinaða, já gúmmíkompaní þeir kalla það. Á sjónum dag hvern blíðust báran glitrar og blátær leynd fjörukambinn sitrar og innst í brekkum verpir fuglinn hús. En bátar þöglir inn á legulóna og loks við bryggju síðan keikir tróna, svo birtist hér vort fræga frystihús. Og liðið sem þig langar mest að finna mun löngum besta sögu þráðin spinna. Þar hittast Katrín, Sigga og Sigurgeir og Ragnheiði og Gvend við muna meigum, já Magnús Pál og Sæmund þá við eigum. Ég veit að margir kalla af krafti heyr. Já vertu kátur, kæri áhorfandi, og kynstu vorri perlu í eyjabandi. Sú stund þér gefst, nú gáðu vel að því. Og þú skalt dæma þitt ekki valdið, þegar hverf ég frá og lyftist tjaldið, og sendu hóstan svo í erlent frí.
sér allt og vel. Þú veist hvernig ástandið í þjóðarbúinu. Að sögn. Nú ekki nokkuð leið að fá lán út úr þessum sjóði nema til togara að kaupa. Ég vil engan togara. Nú það víst þarftu togara, maður. Allir þurfa togara. Þeir séu vonleysingar. En þú þarft ekki að kaupa togara. Bara fá lán til að kaupa togara. Nú en getur það útvegað lán til togara að kaupa? Nei, við fáum engin lán. Hvorki til togara að kaupa nýtt annars. Nú en ég og þú, allt byggðarlag. Við förum á hausinn ef við fáum ekki lán til raunverulegar atvinnubyggingar. Ég veit þú gjarnan sitt á hausinn bara maður. Hvað það sem þú kallar raunverulega atvinnubyggingu nú? Aukna verslun, þjónustu, smáiðnað, frystihús, já að fiskiskipahentur í stað. Jú. Þessna verður að krýja út þetta lán bara út á eitthvað. Já, og ætlarðu svo að nota það hérna? Já, en þú sem meðeigandi, þú fær náttúrulega þinn skerðar gróða. Það nú fremur vafasamt. Prósenduvita stjórnmálasbyggingu alltaf hornlega. Það má alltaf slá ríki í augu fólks. Þér alveg hægt að treysta mér. Svo þú ekki alveg óvanur svona döguðu. Já, rétt það. Þetta bara heldur staðið í sniðum. Þegar upp staðið þá verður þetta byggðarlaginu öllu til góðs. Þú verður að útvega lánið. Það bara ekki hægt. Bakbankabandalagið ekki í ríkisstjórn og við stjórnarandstæðingar fáum aldrei veitt. En þessum má bjarga. Ég kemur nokkuð í haus sem stundum hefur verið notað. Hvað það? Nú frystihúsið ekki að hruni komið. Það alónýtt. Það nú meinið. Hvernig var að brenna það? Hvað? Ég ekki þú að hræður. Þú ekki að svíkja lánin eftir að brenna heilt hús til þess að svíkja tryggingafér. Þú veist að þetta mjög erfitt og stór hættuleg. En miklu fljótfarnari leið. Auk þess grunar engan að sýslumaður og þingmaður gerir svona nokkuð. En hér verður að gera eitthvað. Annars blasir atvinnuleysi við og ég fell í næstu kosningum. Hvað mig? Lendi ég ekki til grunn? Það nú auðvelt fyrir mig að sjá það. Ég hafði niður grunn og ég talaði ekki hönd í baka með rannsókninni. Og svo fáum við bæði tryggingar hér og uppbyggingarlán. En hver á að gera þetta? Við vinnum ráð til þess. Það einhver alltaf eitthvað á fjörur heppina manna. En ég hef náttúrulega áhyggjur á þínum höfum. Gátt við. Þú verður að fara að útvega þæra konu. Af hverju segir það? Það útilokað til því að vera svona kvenmannslaus, já. Hver veit, ég vil mánuðum saman. Já, það má kannski segja það, já. Og hver veit hver fyrir því verður? Hátt, ég veit allt þín mál. Hvað? Ég veit vel hver þau verður stefnir í kvennamálum. Ég veit ekki hvernig þú ætlar að koma hingað í húsið. Og ég skal gera það sem í mínu valdi stendur til að koma ykkur saman. En maðurinn orðinn hringa vitlaus. Ég eini, þetta þá að Sigurgeir. Hver Sigurgeir? Það Sigurgeir í næsta húsi. Æ nei, hann var farin ekki eftir að þú. Hvað Sigurgeir? Það hann sem þessi gamla kona. Gamla kona? Hvað gamla kona? Ég skil ekki. Nú, þessi gamla kona í kjörbúðunum. Þetta hlýtur að vera eitthvað kjaftasaga. Ég fylgist ekki alveg með. Ég trúi þess ekki, eins og mikið þetta í blöðunum. Ég hef bara ekkert þetta þegar. Já, en það ekki hún sem gerir allt vitlaust í stórmörkuðum á Reykjavíkursvæðinu á föstudagsins sem við tóum? Jú, það. Nú ráðum við eitthvað í þetta, já, og hún finnst aldrei, er það ekki? Jú, núna. Og hún Sigurgeir. Áttu við að Sigurgeir leiki gamla konu í kjörnum?
hann sé fáanlegur til að leysa þetta smá vandamál okkar. Hann er horfinn rétt einu sinni eftir alla þessa vittleysu þarna fyrir sunnan. Já, nokkur eftir að takast á af honum. Ég hugsa þessu stráks er treystandi. Og svona hlutir vinnast alltaf best með fagmönnum. Og svo má bjóðarum að losa hann undan þessum leiðindamálum. En það er alveg mál að vata hvað eftir hann að stórkostlegu tjóni. Ef við fáum hann, þá leysir þessi hugmynd mín öll okkar vandamál. Þó hún skapi vissar hættur líka. Maður er stundum að taka skynsamlegar ákvarðanir. Ekki svo ég bara kom inn. Ég veit ég hafið áhuga. Ég er ekkert viss um að vilja kaupa afsöðu þína. Ég vil það að minnsta kosti ekki. Jú, víst veistu það. Hvað er þetta? Þessi ævisögur mín í áskrift. Aðeins 800 krónur. Hver ert þú? Ingiríður heiti ég. Ingiríður Óskarsdóttir. Þú ert að gefa út ævisögu þín, Ingiríður. Já, ef ég bara hefði. Hefði hvað? Átt hann Ólaf. Þá hvað? Það stendur í sögunni. Hver er hann þessi Ólaf? Það mér ekki í hug. Þú hefur þessi áhuga á sögunni. Má ég sjá bókina? Já, hún kemur út í næsta mánuði. Áskriftin er á sérstökum kjörum. Aðeins 800 krónur. 400 krónur strax og afgangunni með afhendingu. Nú hvað? Bara 30 undirskriftir, já? Já, í 28 húsum og það aðeins í dag. Mér þykir þú aldrei vera vinsæll. Þetta verður vinsælubók. En hvar eru peningarnir? Já, fyrirgefðu. Hvar er næsta hús? Það er hérna baka til. Við getum farið út þvottahúsmegin. Enginn inni. Nú, ekki getið beðið úti. Ég sest bara. Ég bara læddist inn og settist. Annars ætlaði ég að heita Sigríði Kristleifsdóttir. Já, allt í lagi, væni minn. Hver ertu? Sæmundur Súk, sálfræðingur. Já, ertu nýi kærastinn hennar Siggu? Hvað, ég? Nei, ég ætla bara að fara að starfa hér í þáttinu. Það er
auk þess bráðvantar mývörustæð hér í Glæðiskerfi næstu daga. Ég duldi mig sem þig. Þú þykist vera móðir mín, eða það sé þín. Ertu alveg galinn? Já, er ég ekki athyglisverð tilbreyting? Annars gefur þessu ég segi. Ég veit ekki hvað það ég á lögregluna og læt handsama þig fyrir árás og gamla konu. Allt í lagi. Ég veit þú hefur komist upp með slíkt. Hvernig ætlar að fara að því að leika mig? Þú veist ekkert sálfræði eða sálfræðiþjónustu. Þó ég nú pínulítið komið nálægt sálfræðingum. Og auk þess sem ég leita það bara ráða hjá mömmu. Er einhver þarna inni? Hvað koma? Skulum skemma okkur. Mér fannst ég eftir að heyra einhverjum hérna inni. Sigga, varst þú að tala við einhvern? Þegar ég skrapp niður kjallara til að ná í þvottinn. Hvernig dreg ég þessa skó? Ég sá það þegar ég kom inn. Ég veit það ekki. Magnús hlýtur að eiga þá. Nei, ég kaupi alla skó á Magnús, ég hef aldrei keypt þessa. Páll hlýtur þó að eiga þá. Hann hefur sjálfsagt farið í skóm á Magnúsi. Já, það er líklega. Hann er stundum svo utan við sig greið. Hann hefur nú alltaf verið það. En hvað er þetta? Hver er eitthvað sófa frá veggnum? Ég skil ekki því þessu. Flóabáturinn er kominn og Sæmundur lætur ekki sjá sig. Nú, hann hlýtur að skila sig. Hann hefur kannski komið við á hótelinu áður, hefur aðtöðað það. Nei, hann vissi hann ekki að gista hér. Hvað var það að gera að fara úr skónum? Það er nú bara svona alveg kurteisi. Ég sé að taska mín er þarna. Henni verður að ná. Já. Ég þarf að hlusta skónans Páls. Hann hefur aldrei nefnt svona við sjálf. Ég hélt ég ætti skó á. Sigga! Sigga! Hefur séð skóáburðinn? Ég kom með döma. Ég heyri ekkert hvað þú segir. Ég verð að fara að horfa og kaupa áburð. Ég verð að eiga skóáburð. Þetta er alveg útilokað. Ég verð að fá skóna mín. Komdu. Já, við vitum nú að hann er stattur hér á eyjunni og við vitum líka að þið eru góði kunningjar. Já, það er svo langt síðan ég sé hann gera. Ég hef ekki séð hann í 234 daga og 5 klukkustundir. Hann hefur varla ástæði til að koma hingað núna. Hann sagðist aldrei myndi sjá mig aftur og ég sem var að vonast þess að væri hættu þessari vitleysu. Þetta er svo ágætur strákur. Já, það hefur nú lítið borið á honum upp á síðkastið. Hann hefur ekki verið á landinu lengst. Hann fór að landi bort eftir vitleysun á Bræðraborgarstígnum árið. Það var ekkert ólöglegt sem hann gerði þar, var það? Nei, og ekki alltaf dæma fyrir neitt. Hvernig fór hann að þessu? Æ, þetta var elskumulum af hálfendum og versta hugðast að skyldi takast hérlendis. Hann skrifaði bréf hingað og þangað til alls konar iðnaðarmanna og sölumanna og sagði að kunningjar sem bjó í húsinu þyrfti á aðstoðir að halda ákveðin dag og á nokkuð ákveðinum tíma því að þá er hann heima. En kunningi virka sjálfsögðu ekkert af þessu. Geirinn hlýtur að hafa skrifað neinn 2000 bréf því að þarna mættu á skömmum tíma milli 300 og 400 manns og lokuðu götunni. Nú fjöldaforvitin að dreif svo að og einhvern veginn þá endaði þetta allt með slagsmálum. Því að margir urðu nefnilega svolítið vondir yfir því að það var henni gambalig sig svona. Þetta var eftir að Geiri gróf í sundur Lækjargötum í vélskóflu frá borginni. Hann satt nú inni fyrir það. En ég treysti og láti mig vita ef að þú stjarðan eða fær fréttir á honum. Ég var ýmist á hótelinu eða á sýsluskurstofunni. Já, en... Heldur hann sé kannski duldfúl? Já, ábyggilega. Hvernig þá? Trúlega sem gömul kona. Það er gæfur við í uppáhaldi hjá honum þessa stundina. Kom nú hérna gömul kona á hann. Hún var ansi skrítin. Hún var að selja bækur og trúi alltaf það að verið Geiri. Það hefur sko ábyggilega verið hann. Ég veit að þau viss. Þetta er honum líkt. Að ráðast af fólki sem ætti að tekja hann. Honum finnst líka sjálfsagt mest spennandi. Hvað er þessi skó?
Ég taldi bara sjálfsagt að hún fengi gistingu líka. Já, auðvitað, nóg plássið svo sem. Megum við ekki setjast? Jú, gjörðu svo vel, gjörðu svo vel. Mamma er svo dreift. Sumir eiga sorgir sem svefnin getur ei. Þetta er svo fallegt. Hann Sæmi grét alltaf þegar þetta var sungið í útvarpinu. En nú grætur hún alltaf þegar minningarnar streyma að pabbi var svo vondur við hana. Já, hann barði mig alltaf á föstudögum. Alltaf á föstudögum klukkan 7:30 á kvöldin. Hann var reglumaður faðir hans
væri sennilega staddur í Kópavogsskeri. Hér! Hvernig vitaði það? Rannsóknarlögreglan er á hættulegum áætlunum. Þeir hafa sent hingað mann til að leita. Já, hún kom hingað áðan. Þetta er víst voða maður þessi Sigurgeir. Já, alveg hakalega glæpamaður. Hann er ábyggilega illa með móður sína. Já, hann er sagður varasamur. Já, við minnir nú að þetta væri vandræðamaður. Hann Geir alveg mennus. Gerir engum neitt. Að vísu, Já, hann er mjög varasamur, finnst þér sá. má ekki bjóða þeim meira kók. Jú, þakka þér fyrir. Ég þoli svo illa heitt kaffi, ég brenni mig alltaf í tunguna. Svona lofaðu mér að líta á. Þetta getur alltaf verið eðlilega. Nei, alveg óþarfi. Svona nú byrð nú yngir ekki sakar að láta Jóhann líta á þetta. Munnin, ég sé svo illa að þú voru að snúa þér í ljósi. Svona já, og rétt út með tunguna. Þetta sá. Já! Þetta er frá góður. Þið fáið ykkur að þægilega sætið þegar þið eru búin. Ég er farin út. Frú Ingiríður, komdu hérna með mér aðeins afsíðis. Það er allt í lagi með tunguna, en frú Ingiríður átti ekki vandræðum með skegglostin. Já, Já, það má nú kannski ráða til það. Er eitthvað að? Nei, það er ekkert það. Látt síðan ég hef séð ég af tröstlega konu og þér á þínum aldri og ég vona við eigum eftir að kynnast nánar. Núna verð ég að fara og bíða eftir fleiri sjúklingum. það er bara að einhverjir veikist. Verið blessuð. Hvað hafa þessi hegðun þín að þýða? Það er alltaf að vera svona voða ábærandi. Þetta er alveg útilokað, ég þoli þetta ekki lengur. Hvernig þetta að fara með stöðun ef þú kemur upp með þetta allt saman? Ég segi bara, Já, segi bara hvað? já bara, ég veit það ekki, þetta gengur bara ekki lengur. Ég er einu frú Ingiríður. Það kom eiginlega fyrir. Ég var stressið bara að þreika þessu, kannski. Hér er vaka vön sem er okkur. Ég beist afsökunar frú Katrín, en mér varð bara allt í einu svo heitt. Ég fer bara upp á herbergi. Þetta er svo óskapandi tilfinningar í. Ég frétta hér sé að maður sem kom með tóabotn í nóttu. Það er að Sæmundur Stúks Hallfræn. Sælueftu. Hver ert þú? Á Agnir heiti ég á rannsóknarlögreglunni. Tókst nokk eftir gammalli konu sem kom með barnum í morgun. Jú. Og tókst nokk eftir hvaða rafinn þeir fóruð í land. Hún er hérna í húsinu. Hvar? Já, þetta er mamma. Mamma því. Já, ég sá enga aðra. Þá er þess vist að við höfum tínt og það er ekki eins og víst að þið stattu hér á fæðskinu. Áttu við þennan Geira? Já. Kannski mamma hafi séð eitthvað. Hún er nú varla búin að skipta. Hún fór sko eftir til að skipta föt. Ég skal gá. Hún móðir hans Sæmundar er mjög óvinnileg og sjálfstæð kona. Hvað heitir móðir því? Guðríður. Nú, ég hélt hún héti Ingiríður. Jú, ég sagði Ingiríður. Hún var ekki upp á herberginu. Það var skrítið. Baðherbergi, gáðu þar. Nei, ég skal aðtóða. Fáðu þér sæti. Á að gefa á mér sæti. Jú, auðvitað gjörðu svo vel. En Ragnheiður höfum við ekki sérst á.
Elsku vinur. Hver ert þú? Brynjólfur heiti ég og var brennuvargur, en nú ég læknaður. Svo Sæma fyrir að þakka. Hann Sæmi einhver svo besti sálfræðingur sem þetta land hefur alið og verður eilífur sómi þjóðar sinnar. Ég man ekkert eftir þessum brennumálum, ég langt síðan. Þú ert nú svo ung, elskan mín. Allt ung til að muna eftir því. Já, ég minnist þess nú ekkert betur. Ég svo hissa, munið ekki eftir brununum í... Já, ég get ekki verið að rifja þetta upp. Ég æsist allur kroppinn. En ég var sérfræðingur í að brenna fristihús, fristivélar, lakin og ammóníaki. Þetta svo spennandi. En leyfðu mér nú að faðma þig lífigjafi minn og vinur Sæmundur Súk. Svona. Kæru dömur, mætti ég fyrir sjúklingur minn reynið andartak. Jú. Ertu það alveg orðið snarbrjálaður? Ég kann bara ekki hugsa mér að leika mennu lengur. Ég kennir á því að skýra á þetta, hún horfin. Þú bara fór. Þú bara fór. Hvert í anskotanum ertu svo svona aðfæri? Þetta var svona hátt. Hvert ertu svo svona aðfæri? Sitjar inn í landið eitthvað. En ég þótti þetta nærfætt að strípa sig svo leiðilegt að hún neitar að tala við nokkurn mann. Og fer burt með bátnum fyrstu ferð strax í fyrramálið. Ég hringi á eftir á hótelinu og tala við Katrín og segi henni frá þessu. Þú það. Allt í lagi. Við erum búnir. Ég gef nú talsverðar áhyggjur af henni báðinni, Sæmundur. Hún hvergi í húsinu. Hún lítur að skila sér. Við ætlum ef til að fá hjálparsveitina til að leita. Í síðustu leitar að einhver týndist og stór hluti hjálparsveitina. Nei, alveg út er að leita. Hún bjargar sér. Já, hún móðir hans Sæma er eitthvað svo elskulegasta kona sem ég hef kynnst. Ég þekkti hana sko all náið. Jæja, hvernig þá? Já, sko, það var ekkert svoleiðis, þú mátt ekki misskilja mig. Ég meina, ég veit hvað var sagt okkur en það var bara vitleysa. Ég fekk að búa hjá þeim fyrst eftir við komum meðferð. Það heldur ekki Það var gott, það þykir mér vænt um. Enda hef ég þurft að gangi í gegnum svo margt dagana. Og hvað gerum við núna? Ég er að leita að atvinnu í rólegheitunum út á landi. Kannski að Magnús geti gert eitthvað fyrir því. Þú býður bara hér þangað til að kemur þetta ekki. Kannski. Þetta er ákaflega elskulegt af þér. En ég er nú ansi vafasamur. Já, ertu virksam og sért að gera hér? Þetta gæti verið stórhættulegur maður. Ég held ég ætti að fara og reyna alla upplýsingar um hann. Ég fer niður á sýsluskrifstofu og kannar á þetta. Verið til sæl. Ég ætla að skjótast á hótelu að það hvort mann er það. Það er svona vissara. Menningin mjög stundastund. Brynjólfur, jáhá, eins og vitleysa. Þekktu þið strax? Ha? Þekktur mig strax? Hvað meinarðu? Æ, Geiri, látt ekki svona. Geiri? Geiri. Ég veit ekki hvað skal segja. Ég heiti Brynjólfur. Ég skil ekki tíður að vera svona grimmur. Þú veist að ég er bara að bíða eftir henni í sjó. Og svo veitur þú svo pík. Já, ég... Já, ég veit vel að lögreglan er á eftir. Svo ég skal ekkert segja. Elsku Geiri. Elsku Sigga. Elsku Geiri. Hvað er þetta? Ég veist málið á þig. Já, þú skal bara hafa þig hæga væri minn. Ég kann sko að afgreiða pilta eins og þig. Nei, Brynjólfur, hann var svona bara, það gekk aftur að koma. Það er sko kækur hjá mér að ganga aftur. Ég gekk alltaf
Guðmundur sálfræðingurinn ykkar hérna sá að lækna mig. Lækna, já. Og hvers konar lögbrot voru þetta? Já, ég brenndi aðalega frystihús. Gerðirðu hvað? Brenndi frystihús. Brendi frystihús, já. Já, áttu við að hafa frystihús? Já, gerðir þetta einn? Já, auðvitað, ég fekk að vísu stundum borga fyrir en Stundum segir, voru þetta mörg hús? já, allt mörg. Já. Jú, auðvitað verðum að hjálpa fólki við að komast á réttan kjöl í lífinu. Við hljótum að finna einhverja vinnu handa þér. Allavega svona stundarsakju. Mig bráðvantar einmitt mann í frystihúsinu núna. Til að sinna það sérstöku verkefni. En ég get ekki ákveðið þetta alveg strax. Ég þarf að tala við verkstjóran og fleiri. Það er mannúð Magnús að taka hann Brynjólf í vinnu. Já, það má nú segja. En Kata mín, hefur þú átt að spila frá möppuna mína? Nei, hún hlýtur að vera á sínum stað. Ég veit ekki af hverju það spyrja mig. Hvar er frúin? Hún er horfin. Horfin? Ég ætlaði að fara með kvæði fyrir hana. Áróndag við yndishag og okkar syngjum brag og söngvaslag hjá sigurlag eins og jótt hjá allir hljótt það býr vængi fugli grótt Það var aftur rétt. Ég get það rómantist. Að hugsa sér hvað yngir hefur mikið aðhaldsrætt. Nefnir var í ástaræðintýra fyrsta degi hér á eyjunni. Það má nú segja. Mikið öfnda í hana. Hvað er þið að betri var? Ekkert. Guð minn góður. Hvað er hún? Hún heldur að ég sé þú. Ég veit þér. Hvað er ég? Það er von á sig hrættur að vita hvað þú ert. Ég veit varla hvað ég er. Áttu haldið að þú sért ég. Það segir Geir. Já. Og hvernig lýsir það sig? Hún segist elska mig. Það segja þig. Já, það er ekkert það. Hvað segirðu því? Þetta er þættur gáttu við. Nú, ég gæti verið hrifinn af henni fyrir svona 7 árum síðan. Og hún var mjög hrifinn af mér að ég það að mista kosti. En þetta hefur einhvern veginn lokast inn í henni. En þetta verður að lækna. Almáttugur. Þegar ég beðið mig að koma í 7 ár en þegar hún sjálfsagt beðið ekki 7 ár. En hvað á ég að gera? Nú, þetta er einhvern vandamál. Þú ert sá hraupurinn og hlýtur að ráða við svona vandamál. Já, en þú verður bara að segja þetta eins og vera að þú viljir ekkert með að hafa. Já, en hún voru hótað að koma upp um mig. Það er að segja þig. Nú. Það fór í vera. Auk þess vildi ég gjarnan með hann að hafa. Hvað? Ég held ég sé orðinn ástfanginn. Allt er nú eins. Er þið saman? Já, við erum saman. Ég er dauðfeginn að þú getur losað mig við hana. Já, en hún vill ekkert með mig hafa, hún vill þig. Þú verður bara að forfæra hana. Já, en ég get það ekki, ég veit ekkert svoleiðis. Hún verður alvitlaus og hún kemst að því hver ég er. Það er þitt vandamál. Hvað á ég að gera? Það ertu nokkuð að gera. Sér hún ekki alveg þetta? Kannski hún. Hérna. Hérna Sigga. Ég er ekki sá sem þú heldur að ég sé. Nei, ég veit það vel, Geir minn. Þú ert miklu betri mann, flestir. Ég veit það nú alla. En mundu hvað sem á gengur að ég elska þig. Já, elsku Geiri. Hættu að kalla mig Geira. Já, elsku Geiri. Ég heiti Brynjólfur. Geiri er nærðir en þig grunar en Brynjólfur stendur hún hjá. Já, ég skil. Þú verður að vera þér. Slíkt gengur ekki að einu. Það viskir það. Á hvað er þetta að horfa? Ekkert, það var flug þarna á veggnum. Voru ekki að mæta augum mín? Ha? Jú, jú. Ég sko... Öll meina
grípur það svo. Það er að fá nafnið þitt hérna. 30 undirskriftir. Nú er sýslumaður í þessari hættulegu bygg. Já, hættulegu. Svona nú. Já, sýslumaðurinn fær þennan ágættu sjálf á sérstökum afsláttakjörum. 500 krónur. Allt í lagi. Það er ekki flóarfríður fyrir fjárklóksfólki hér í dag. En þið hefði ekki hist Páll. Brynjólfur Brynjólfsson, Páll, sýslumaður og þingmaður. Við Páll þurfum að ræðast við undir 4 augu ef þið sama. Ertu búinn að finna Sigurgeir? Nei, að vísu ekki, en ég hef lesið við annan mann. Nú já, hver er það? Það er þessi Brynjólfur sem þú sagt hérna á það. Hver er þetta? Hann er aðraður svona lögur. Það var að vísu eitthvað sjúklegt hjá honum en hann hvað að hafa tekið við borgun fyrir. Hann brendi nokkur fristihús til grunna. Brynjólfur, er hann Brynjólfur hann ennþá? Er þetta ekki svo hættulegu maður? Líka stórhættulegt verk. Hérna Brynjólfur, hvað tókstu fyrir að brenna fristihúsið? Ég er nú búinn að taka upp mína refsingu fyrir það. Já, Páll ætlar ekki að fara yfirheyra þig. Við vitum að þú hefur setið inni. Vitið? Já, við vitum allt það. Ég er búinn að kynna mér allt saman. En það kom hvergi fram hvað þú fengið borgað fyrir. Já, það var nú svo lítið. Til að byrja með þurfti ég meira segja að borga fyrir að fá að gera þetta. En svo spurðist þetta út og þá var ég smám saman dýrari. Já, þér að segja, við erum nefnilega hér í dálitlu vandræðum. Þannig er málið vexti að við sitjum hér uppi með gamalt og úrelt fristihús sem stendur á besta stað. Þannig að ekki er ráð að byggja nýtt nema að rífa það gamla. En það er erfitt með þeim tækjum og mannskap sem við höfum og óheyrilega dýrt. Svo ódýrasta lausnin er að brenna húsið til grunna. Hvað er þetta að fara? Já, hann á við sko hvort að þú myndir vilja stjórna verkinu fyrir okkur. Þú fengir að sjálfsögðu vel borgað fyrir. Það er ekki á hverju degi sem við fáum yngan mann sem er alvanur í bransanum. Nei, ég er hættur. Já, þetta er ekki alveg búin takk á eftir þér. En þetta skattu fá dálítið umhugsunar fremst. En þú eru lofað því að nefnist yfir okkur mann. Okkur yfir á það eftir fréttist af þessu strax. Já. Jæja, Brynjólfur gamli brennuvargur. Það er alveg útilokað að láta þess að menn brenna fristihúsið. Þú ert nú svolítið veik mikið að þú ert búinn að taka þetta aðeins fyrir kvöldið. En hvers vegna sagðist þú vera fyrrverandi brennuvargur? Já, sko, prófritgerði mín fjallaði um pírómani. Pírómani, hvað er að segja brennulosta? Og ég þurfti að tekja sálfræðing, það er að segja þig, ég meina mig, til að geta hitt þig. Og það dættum bara í huga að slá þessu saman. En ég bjó nafnið bara til sjálfur. Mér er líka alltaf langar til að heita Brynjólfur. Hefur þið líka langar til þess að vera brennuvargur? Ha, nei, almáttugur. Mér þykir samt gaman að eldsvoðum. Þó þau séu ægilegir. Nú, brendu þá fristihúsið og fáðu vel borgað fyrir. Ha? Ég skal reyna að bjarga þessu líf. Magnús, er Magnús þarna? Hvað ætlar að segja honum? Jæja, Pítar, hvað var það? Hann Brynjólfur var að segja mér ótrúlega svo... Nú? Já, ég held að hann hafi ekki náð fullum barna. Hvað er þetta að segja? Já, hann sagðist það hringi snögga og óverðanlega löngun til þess að brenna fristihúsið hérna. Nei! Já, ertu ekki að bæla þetta? Nei! Ertu ekki að bera mótið þessu? Nú er bara spurningin það að brenna fristihúsið. Það er vísu aðóni. Þetta er ekki nokkuð helvita mann í huga framkvæmt og slíkt. Og henni ykkur Páli sýslumanni. Hvað áttu við? Ég á við að þið ráðist á viðkvæmnan blett og sjálfsjúkum manninum. Og reyni að notfæra ykkur þennan veikleika hans ykkur í hag. Þetta er skammast ykkar. Ef þið ætlið að brenna þetta hús ætlið auðvitað að gera það sjálfur. Ertu vitlaus? Ég hef þá. Hvað? Það er vitt að ég gerir djóka hér á veitingastað.
Já, en... Ekkert er. Annarkvort gerir ég þetta svona eða bara alls ekki. Gjörðu svo vel, frú Ingiríður. Það var gaman að sjá þig aftur. Hvað er þetta? Þetta er ekki ég, en ég held ekki. Elsku Sæmur minn, ég gat bara ekki verið lengur á mér. Nú tökum við upp þráðinn á nýju og hlýðum á lög eftir skáldið og héraðslækninn Jóhann Laxdal. Hið fyrra heitir Drítuga frú og hið síðara Í frystihúsi á Flæðiskeiði. Gerið svo vel. Þarftu nú alltaf að falla fyrir einhverjum vandræðum? Ég man
mánuði og það fór nú bara vel á með ykkur. Það er bara kjartaði. Það fór bara vel á með okkur. En eins og ég sagði áðan, þá var það bara ekkert svoleiðis. Svoleiðis hvað? Æ, það var kjarta það. Það var nú eitthvað, var það ekki? Fyrir það. Elsku mamma, þú ert ekki að skammast þig fyrir þetta. Brynjólfur, ég trúi þess ekki. Svo guðnur. Já, en þetta er bara vitleysa. Sveiði. Sigga, heyrðu mig nú. Næ ekki inn með einu dandartak. Veistu losnaði við Brynjólf? Jú, alveg sjálfsagt. Hver veist þú? Elskulega móðinni. Hvað vitleysa, hún er ekkert hér. Jag undrar Deutschland inte om skulle låta blicka sådana. Kanske skulle jag halda ljusskritt med Geira. Ég að halda hlýðarskipti við Geira? Úrstæns verður ég að það engin Ingiriður og engin Brynjólfur. Nó? Ekkert nú. Ingiriður og Brynjólfur eru bæði Geiri. Það er engin Brynjólfur verið brennuvalkur. Ég kann að það í dómskirkslun. Býtu við. Ertu vissum að þetta sé ekki flóknara? Þú gleymir hennu mannlega þetta ekki? Hvað áttu við? Ég á við að ef þú veist er ég víst að Brynjólfur í Geiri liggur ekkert á ljósrökuna. Hvað áttu við að ég skil ekki? Hann geti hanglega gert það sem einhvern óskunda hérna. Ég segi þess að það borgar sig ekki fyrir að taka strax. Þú getur alveg fylgst með honum. Treystu mér. Treysta sér. Þú ert nú trúlega í vitandi með hann. Svona. Ekki þessi endalausu tortryggni. Það þarf að hjálpa honum. Ef þú tækir hann fasta núna, myndi hann bara byrja á sáttur þegar hann losnaði. En það er kannski hægt að hjálpa honum eitt skipti fyrir öll. Þú ert sálfræðingurinn. Áttu við að þú sért að reyna að lækna? Já, svo má segja já. Og heldur það að takist? Ég hef góða vonum að gefa sig fram áður líflíkur. Ég veit ekki hvað skal segja, en ég skal býða eitthvað með að handtaka. Takk fyrir fyrir. Heyrðu, þú ert bara kvenmaðurinn mínu skapti. Hann er burt með lúkum. Vera kom. Og veitu það svo? Sæði að ég meina til að vera á því en það er heim. Þetta er góð í drengur í sæði heim. Já, mamma.
svefnleysi. Ég hef sofið ágætlega. Nú, Katrín, hér var enginn nema ég. Sestu nú niður og spurðu sjálfan þig hvert það ætti svo sem að hana beðið. Bóksölukona? Nei, hvað ætti hún að gera hér? Og móðir því? Mamma uppi. En ég veit vel að hún fyrirferðarmikil kona. En hún virðist bara hafa yfirtekið þreyttan huginn. Ég ekkert með þreyttan huga. Ég bara rólegir. Þetta lítur alltaf bara vel. Látt það alltaf. Veit okkur nú, það er brönt hérna. Nei, það ekki óvænt. Katrín enn á hlaupum húsið. En hún lítur á ráðastrákum á morgun. Ekki svona hátt. Ekki að róa. Hvað er það aftur? Ég var ekki að leita, hún á baðinu. En hvað með Sigga og Brynjólfur? Þarftu alltaf að vita nákvæmlega hvað allir eru. Hefurðu alltaf hvað Magnús er? Nei, hvað hann? Nú eða hvað ég er? Sigga sagði mér að Brynjólfur var í Geiri djók. Hvað segir þú? Því trúi ég ekki. Ertu að meina að hann sé ekki í Geiri? Ertu að meina að þú sért að reyna að koma systur minni og anrændum brennivarg saman? Þetta verð ég að stöðva. Og hvernig ætlar þú að vara því? Brynjólfur þarf góða konu til þess að tryggja að bati náist. Og hún þarf líka góðan mann til þess að ná fullum bata. Hún þarf ekkert að ná bata. Hvað áttu við? Er hún veik? Hún hefur ekki séð Geira í 8 ár og hún veit vel að hann getur ekki hugsað sér hana fyrir konu. Nú aukta sér hún þig blindu gagnvart öllum öðrum mönnum. Mér finnst nú að þessu þurfi að linna. Finnst þér það ekki? Jú, en Brynjólfur? Brynjólfur er ágætismaður. Já, en hún er viss um að hann sé Geiri. Hjálp! Slepptu mér! Slepptu mér! Hún þykist ekki þekkja mig. Slepptu mér! Ég myndist þess að hún ætlaði að öfna. Ertu velkomin, Ingiríður? Ég er velkomin. Ég var að fá dregin hingað. Hver ert þú? Ingiríður Óskarsdóttir. Já, ég er Ingiríður Óskarsdóttir. Þetta er svo annur Ingiríður. Já, ekki er nú verra að hafa þær tvær. Heyrðu.
þú sem mesti refur. Mamma, viltu ekki láta pappa segja frá því? Mamma! Ég veit ekki hvað ég á að segja. Nei, segir þú bara pappa. Það er Magnús sem er faðirinn. Það var þannig að ég vildi eiga kappbílinn og Páll líka. Og lögsta með barninu bölvaðu. Ég sem ætla að brenna með fyrstu hús. Ég laug engu, þú átt barnið og leikurinn er búinn. Nú skil ég, feðurnir eru þá sem sé tveir. Hver mann ei Magnús nú og verða sveinum á, en sitja sögur þú er sjálfsagt ekki má. Já, þeir tveir að glendi góða, við gef oss eftir
fyrir mig þarna? Hæ? Það er ekki alltaf að taka eitt lag fyrir mig? Já, hvað er síma? Ég kunni ekki með Bylgjum Hassons utan það? Nei. Jú. Það vantar bara Fínt. Nú máttu fara að stærri síma. Rosalegur hóstur. Heldur þetta sé eðlilegt? Ég held ekki. Ég er líka á þetta. Herði, ekki sem er kröllið. Nei, ég er ekki með hana. Ertu bara búin að gerast? Þessi gullfalli hafi. Tók það komið? Þetta hlustaði. Heyrist ég heyri ykkur. Það heyrist í mér í kvöld. Viltu reyna að gera þessu ekki? Já, þetta er ekki saman. Haldið að sé nokkuð til undirskört. Undirskjört? Þetta sé afmæliskort. Er það að taka með? Vitið Nei, nokkuð það er það? spýtur. Haldið að sé eitthvað til hérna? Ég glemdi nefnilega hérna. Nei, ég sá nú engan í því. Leituð þér minni finna það? Það blika mér, skall. Erstu nokkuð með hljóða? Þú sé nokkuð til undirskjört? Já. Það er ekki vona.
drasli. Sækir það. Það er allt mögulegt hérna. Já, það er allt mögulegt þarna. Stóra dagur. Hvað er þetta? Ég er ekki að ræsa saman næstu helgi.